Þá skulum við fara í lögmál Kirchhoffs. Þetta heitir fyrsta lögmál Kirchhoffs hliðtenging. Í bókinni kallað fyrsta lögmálið. Og skulum sjá, já. Lögmál Kirchhoffs tvö. Ég hef farið í annað lögmálið, það raðtengingu viðnáma. En nú tökum við fyrir fyrsta lögmál Kirchhoffs, það hliðtengingin. Og hérna sjáum við eins og þetta tré, að hérna stofninn, þá getum við sagt að það aðalstraumurinn og síðan greinist það, þetta tengt tungumálinu, eins og greinadar á trénu, þá greinist straumurinn í greinistrauma. Þess vegna er myndið af þessu tré þarna. Straumur og spenna í hliðtengingu, spennan í hliðtengingunni allstaðar sú sama. Þetta eigum við eftir að nota líka þegar við förum í rafstrauminn. Þannig að þetta mjög mikilvægt átt að í hliðtengingu þá spenna allstaðar sú sama í rásinni. Þess að við erum með hreina hliðtengingu. Nú straumurinn hann skiptir sér og heildarstraumurinn hann verður summa allra greinistrauma. Og við getum líkt þessu við vatnsstreymi að vatnsflæði samsvarar straumi og fallhæð eða þrýstingur, vatnsþrýstingur, það geti samsvarað spennu ef við líkjum þessu saman, þessum tveimur kerfum. Og straumur og spenna í hliðtengingu, hérna koma til dæmis tveir greinistraumar saman og verða að heildarstraum. Eins hérna til dæmis heildarstraumurinn 2 ampere hérna í rásinni, en greinist í greinistraum 1 sem 1,33 ampere og í greinistraum 2 sem 0,67 ampere. Og síðan leggjast þessi straumar saman aftur hérna og verða að 2 amperum. Og það sem að sýnt hérna, þetta G, þetta svokölluð leiðni. Við hérna sýnum þetta bara hérna, en við notum þetta ekki í þessum áfanga. Við förum ekkert lengra í þessu, en bara til þess að kynna það fyrir ykkur að þetta til. Og einingin fyrir leiðni þetta stóra S sem Siemens. En við notum þetta ekkert í þessum áfanga. Bara ef þið skildu vera að pæla í þessu. Akkur stendur þetta hérna. En hérna sjáum við það, spennan svo sama, hún 4 volt á báðum þessum viðnámum af því að þau hliðtengd og þau hafa mismunandi viðnám og þess vegna greinistraumurinn mismunandi. Og þegar við leggja þá saman, þá fáum við heildarstrauminn 2 ampere. Og þannig að hérna, þið sjáum það að leiðnin þá samsvarandi tala og straumurinn hérna. Og við leggjum saman leiðnina, þá fáum við sem sagt 0,5 Siemens, en viðnámið 1 á móti leiðni og þá það viðnámið þá 2 ohm. Þannig 1 deilt með 0,5 þá 2 ohm. En við förum ekkert dýpra í það eða notum það ekkert frekar. En þetta til, skiljið. Við notum bara alltaf R, það viðnám, U spenna og I straumur. Samtenging viðnáma, hliðtenging viðnámana, þetta hins vegar mikilvægt og þessi formúla hérna sett upp þannig að við segjum 1 á móti heildarviðnáminu jafnt og 1 á móti viðnámi í R1 pluss 1 á móti viðnáminu í mótstöðu R2 og svo framvegis og 1 á móti Rn, það stendur bara það eitthvað númer á mótstöðu, þannig að þau fer eftir hvað margar mótstöðu hliðtengdar, hvað með mörg viðnám hérna eða leiðni í mörgu viðnámum hérna lögð saman hérna. En þetta hérna í rauninni verið að leggja saman leiðnina og síðan á lokum þá tekur maður 1 á móti niðurstöðunni, 1 á móti
heildar hérna til þess að fá heildar viðnám rásarinnar sem minna heldur en minnsta viðnámið í þessari hliðtengingu. En önnur útfærsla af þessari formúlu hérna á formúlublaðinu sem ég var að sýna ykkur hérna hvar þið hafið aðgang að á kennsluvefnum. Það sem sagt, það kemur hérna fram í formúlur, skulum sjá, var ekki þetta R103 formúlur eða var það formúlublað einhver rógar? Ég fekk nú bara Nei, það var formúlur hérna í 14. Það var þetta hérna formúlur að 14, það bara að passa ykkur á því að þetta doc-skjal. Þetta verða að bæta við endingun á þessu punktur D og C. Já, akkurat, til þess að geti opnað þetta skjal. En ég þarf bara að senda þetta aftur inn og stofna nýjan flokk sem að þá formúlublöð. En við skulum halda áfram í sambandi við þetta formúlublað sem ég búin að opna hérna. Þá þetta formið á formúlunni að við skrifum þetta þá svona upp, sjáðu. R-heildar þá saman sem svíi opnast R1 í mínus fyrsta veldi. Athugið hvaða takki þetta á vélinni ykkar. Mjög mikilvægt að nota þessa aðferð. Þessi takki geti líka litið út sem sagt x í mínus fyrsta veldi, eða hann geti líka litið út þannig að stendur á honum 1 deilt með x. Ok, síðan pluss, þá segir ég bara R2, setja inn stærðina R2 í mínus fyrsta veldi pluss R3 í mínus fyrsta veldi og svo framvegis, bara eftir hvað þeir eru margar mótstöðunar. Svo verði það mun eftir einu, það er að loka sviganum og svíin í mínus fyrsta veldi. Og þegar þið ítið á samansemmerkið þá fáið þið heildarviðnámið beint út. Þetta lang besta aðferðin við það að koma í vegferð að þið gerir nokkur mistök við að reikna út heildarviðnám í hliðtengingu. Þetta er mjög mikilvægt, því að ef þið gerir einhver villís í prófi þá fáið þið náttúrulega lægra fyrir það. Þetta þurfum við að æfa ykkur á og þessi aðferð lang best að setja þetta svona upp. Ef að þið þurfið að reikna eitthvað viðnám í hliðtengingu og vitið heildarviðnámið, þá getið þið sagt R3 samansem, til dæmis, ef þið eitthvað viðnám sem óþekkt eins og R3, þá getið þið sett upp svigan og sagt R heildar í mínus fyrsta mínus R1 í mínus fyrsta mínus R2 í mínus fyrsta og loka sviganum, setja hann í mínus fyrsta veldi og samansem, þá fáið þið svarið. Stærð viðnáms R3. Þetta hinn aðferðin, en það spurning hvað venjið ykkur á og hvað öruggast fyrir ykkur. Þið verðið að ákveða það náttúrulega sjálfir, en ég mæli með þessari efstu aðferð til þess að finna át heildarviðnám. Nú, þá höldum við áfram með það sem við höfum hér. Hérna í rauninni bara, ef við setjum upp jöfnurnar í hliðtengingu, þá heildarstraumurinn jafnt og suma greinistraumana í 1 pluss I2 pluss I3, hann bara lagðir saman beint straumanir, þá fáum við heildarstrauminn, en spennan allstaðar svo sama yfir alla mótstöður í hreinni hliðtengingu. En viðnáminu hins vegar hliðtengt og þarna svona 2 strik, þau tákna að viðnámin eru hliðtengt. Og þá þetta hérna sýnt svona líka að heildarviðnámið þá R1 í mínus fyrsta pluss R2 og svo framvegis. Og síðan leiðnin, hún líka sýnt hérna, þó við notum þetta ekki, en þetta líka til. Og þá höfum við þess að Ohmslögmálið, við getum fundið heildarviðnámið til þess í rásinni með því að segja spennadelt með heildarstraumnum til dæmis, eða þá við getum sagt að við erum alltaf með sömu spennu náttúrulega í þessu, en við getum sagt að viðnámið sinnum straumurinn eða straumurinn sinnum viðnámið, það gefur okkur heildarspennuna sem svo sama í allri rásinni. Þannig að það gildir áfram. Ok, en
síðan er þetta sem ég var að sýna ykkur, heildarviðnám hliðtengingarinnar, að setja upp með þessum hætti, mjög mikilvægt, og þá er minnst hætta á því að gera nokkur mistök við að reikna heildarviðnámið. Bara þetta, opna svigan, setja inn þetta alltaf viðnámið í mínusvistaveldi, síðan að mun eftir því að loka sviganum og setja svigan í mínusvistaveldi og íta svo á samansem, þá fáið heildarviðnámið. Ok, þá næsta, þá er sett upp hérna aðferðin eins og hérna áður, að þetta væri sem sagt uppsetningin á þessu. Þetta er svolítið flóknari aðferð, vera með einn á móti aðferðina, og einn á móti til þess að finna át heildarviðnámið, þá er einn á móti sem sagt, hér er þá aftur einn á móti R1 plus, einn á móti R2 og svo fræðis. Þetta gerðum við hérna líka áður. En svo er, ef við erum með sem sagt 2 viðnám, þá getum við að setja það upp með þessum hætti, og hérna er sem sagt útleiðslan af því. R1 sinnum R2 deilt með R2 plus R1. En þetta á bara við ef við erum með 2 viðnám. Þá getum við fundið að reikna það út með þessum hætti. Ok, það er bara til þess að sýna ykkur möguleikann í þessu. En annars er þetta alltaf aðferð sem við getum notað, sem sagt, að leggja saman til þess að finna út heildarviðnám. Og hérna er aftur sýnt ef við þurfum að vita eitthvað, einhverja stærð, og við vitum heildarviðnámið, eða ef við þurfum að vita R3 út úr þessu hérna, þá vitum við heildarviðnámið, verðum að vita heildarviðnámið og setja það í mínusvistaveldi og segjum þetta mínus R1 mínusvista mínus R2 og svo framvegis, og lokum sviganum í mínusvistaveldi. Þetta er mjög mikilvægt að gera alveg. Og endilega skrifa fyrst upp formúluna áður en þið setjið tölurnar inn í. Það er mjög mikilvægt líka, svo við sjáum hvað við erum að gera. Og hér er ákveðin regla. Ef við erum með jafn stór viðnám í hliðtengingu, þá er sem sagt n stendur fyrir fjölda. Ef við erum með nokkur viðnám, þau eru öll jafn stór, þá getum við fundið út heildarviðnámið. Ef við vitum stærð á einu þeirra, þá deilum við með fjöldanum. Þá getum við reiknað þannig út heildarviðnámið. Þetta sem sagt segir okkur það, þessi formúla hérna. Já, þá skulum skoða, þá erum við búin bara með þetta. Þá skulum við fara að reikna.